Við erum hérna í svo mikið sem, 10. viku og þetta er næst seinasti fyrirlesturinn þar sem að farið verður yfir efni og við ætlum að halda áfram að fara yfir Next og React og vinna áfram í verkefni 4 og dundi eitthvað við það og síðan í seinasta tímanum að fara yfir verkefni 5. En verkefni 5 verður svona smá, já, kannski aðeins öðruvísi en ræðum það bara á eftir. Við erum líka núna aðeins með GraphQL sem tengist inn í verkefni 5 og það hérna fyrir mig þá eftir. En við ætlum alltaf að byrja á því bara að halda áfram og ná einhvern svona punkti fyrir aftan þetta bras okkar hérna byggða á verkefni 4 sem þið getið þá haldið áfram með og enda á að setja það upp á Vercel. Þannig að það er bara það sem við ætlum að gera í dag. Þannig að við erum hér með það sem við vorum að gera í seinasta tíma. Við vorum aðeins farin að skipta þessu upp. Við vorum komið með hérna app-möppuna sem er alltaf routingið okkar og fylgir þá app-routing reglunum í Next.js. Og þar vorum við búin að setja upp eitthvað flokkar og flokkur sem var svona catch all route og við vorum farin að sækja eitthvað svona param úr því. Við lentum aðeins í því að fá eitthvað svona, þú getur ekki sett client-side rendered komponent inn í page route eitthvað, þannig að það er einhverja svona reglur inn í Next sem að við verðum að fylgja sem eru kannski svolítið óljósar í byrjun en ef við fylgjum þessu sem ég er að gera þá getum við síðan þá förum við aðeins yfir það ef við náum því í dag en hugsanlega í næsta tíma hvernig svona server-side rendering og client-side rendering og incremental static rendering er í Next. En svo erum við komið með bara components-möppun okkar og þar erum við komið með 3 komponenta þannig að við erum vel að veg komin með það að uppfylla það sem að krafan var 5 komponenta í verkefninu og svo erum við komin hérna með API sem að var þá einhvern veginn svona hjúpun ofan á API-lægið okkar þannig að það er ofta tíðum svona sem að við endum með þetta í verkefnum að við búum til einhvern API sem er hjúpun ofan á einhverja virkni í gagnagrunni eða eitthvað og svo búum við til aðra hjúpun í callernum, í clientnum sem er að fara að nýta þetta. Og ofta tíðum er þetta bara splittað alveg upp, bara mjög svona hreint viðmót þarna milli. Og ég nefndi þessi seinasta tíma, glemdi að fara lengri í það, en það er til staðall sem heitir OpenAPI. Þetta er nú ekki það sem ég ætla að opna. OpenAPI, ég ætla nú bara að googla það. Og þetta er spec standard, já þetta er spec for formal standard for describing HTTP APIs. Þannig að þetta reynir að gera það sem að svona REST gerði ekki, sem er að búa bara til eitthvað mjög svona vel skilgreindan ramma utan það hvernig á að lýsa vefþjónustum. En ef þið eru búin að skoða eitthvað REST, þá er þetta svolítið svona, þetta er svolítið hugmyndafræðin, heimspekin í REST, sem var það að við erum að búa til svolítið svona API sem við getum explorað og nýtt eftir því sem við þurfum og klientin og serverin geta vaxið í sitt hvora lagi. Það þarf ekki að vita af öllu. Það þarf ekki að vera búið að skilgreina allan API-in áður en ég fer að kalla í hann. Ég get bara að kalla eitthvað endapunkt og ég fæ tilbaka eitthvað svar og ég túlka það svar og ég nýti það svar. Það er annar endapunktur. Ég nota hann til að gera eitthvað annað. En þegar við erum búin að formalisera þetta í eitthvað svona staðal þá fáum við bara, hér eru allir endapunktarnir, þeir taka við nákvæmlega svona inntaki og þeir skila svona úttaki. Og úttaki er hugsanlega típað, þannig að við fáum í raun einhvern hérna svona result object sem að gæti verið í þessu okkar tilfelli kategóri og þá erum við með margar endapunkta sem að vinna með kategóri. Og þá er þetta abstraction í típur sem við erum búin að vera að vinna með er kóðað síðan í þetta spec á OpenAPI, samkvæmt OpenAPI. Þá OpenAPI JSON example þá heitir þetta líka oft og er oft kallað Swagger þannig þetta er kallað Swagger spec, Swagger JSON eitthvað en það var satt fyrirtæki, hérna SmartBear sem að bjó þetta til og þetta var til sem svona ad hoc staðall þetta var bara eitthvað fyrirtæki sem að sá bara það er gat hérna, það er fáránlegt hvernig við erum að vinna þetta við sem fyrirtæki viljum bara gera þetta betur og við ætlum að búa til hennar staðal og byrja að nota hann og svo bara hægt og rólega varðan
eitthvað stærri og þá var hann skiptur í staðan fyrir að vera Swagger yfir að heita OpenAPI. Þannig að hérna eru bara skilgreiningin, en ég ætla nú að finna bara eitthvað where to find sample JSON files. Ok, hérna er bara eitthvað, treystum þessum. Hér hefur einhver verið að gera skemmtilegt verkefni. Events API. Þetta er ekki það sem við ætlaðum að fá. Hérna er eitthvað JSON. Þá fáum við bara eitthvað hérna og þá sjáum við hér. Nú getum við túlkað þetta. Þetta er í raun bara staðallinn, er í raun bara kóðun í JSON formati á því hvernig aðrar þjónustur eiga að vinna í JSON formati. Þannig hérna er einhver paths. Þetta er svona keimlíkt því sem við vorum aðeins að hugsa. Hvernig getum við búið til eitthvað sem að lýsir því fyrir vefþjónustuna sem þið gerðið verkefni 3, hvaða vefþjónustur eru eiginlega þarna? Og þarna er bara búið að segja, já, við ætlum ekki að gera það af handahófi, við ætlum að gera það nákvæmlega svona. Og hvernig á ég skilgreina hvernig hérna parametra hvert kall fær. Þannig hérna er eitthvað activity, það er get methoda. Hún er með þetta á ID eða heiti. Hún er með parametrarna hérna. Þetta er query string parameter. Hann heitir þetta. Skemað er að default er 50. Example sem getur komið þá í einhverju example viðmóti. Og þetta er integer. Og svo sjáum við hérna. Þannig að hérna er búið að búa til svona robust skilgreining á því sem við vorum aðeins að brasa með þetta limit og offset. Þannig ég valdi frábært dæmi sem að rímaði nákvæmlega við það sem ég var að sýna ykkur í seinasta tíma. Þetta var allt planaði ekki. Svo getum við farið og sagt Swagger editor og þá er þetta tól frá þessu Smart Bear sem kemur ekki upp. Jú, loading. Og út af því að þetta er vel staðlað, að þá er þetta búið til tól sem túlka þessi skjöl og hérna er nú bara, já, hérna er nú bara eitthvað, en ok, hér loadaði ég inn sem þessu og þá fæ ég hérna fyrir activity sem var þetta sem við skoðum, þá sjáum við hérna, þetta eru parametrarnir. Þannig við stakkum þetta aðeins. Og þá getur ég farið hérna og ég get farið hérna í að minnka þetta því þetta er ekki responsive og ég get prófað þetta og ég get keyrt execute og það gerist ekkert course, network failure af því að ég hef í raun ekki aðgang að þessum staðli bara svona. Þannig oft á tíðum er þetta þannig að ég þarf eitthvað neginn að authorize mig og þá þarf ég að setja inn hérna einhvern bearer token sem er þá aftur eins og JVT sem að þið voru að brasa með í hópverkefninu að annarkvort þarf ég að gefa einhver token eða ég þarf að setja þetta á einhverja ákveðna slóð af því að spekkið sjálft er eitt en endapunkturinn sem að svara síðan og er auðkendur og svona er annað. Þannig þá er þetta að fara hérna og skoða bara þetta er hérna, þetta eru lýsing á því hvernig eitthvað input er, þetta er lýsing á því hvernig eitthvað output er, þetta getur skilað 200, ok, og það getur skilað 401 ef það er invalid or missing token. Og þá fáum við hérna eitthvað message og eitthvað status. Þannig að þetta rímar allt við það sem við höfum verið að brasa, nema þetta er bara búið að staðla þetta inn í einhvern kassa. Búm, þetta er svona. Og leið að þið gerir það, þá getið þið farið að segja við einhverja aðra sem eru hugsanlega að fara að búa til vef fyrir ykkur. Herri, já, ég skaffi ykkur svo hérna skilgreiningunni á vefþjónustunni með OpenAPI útgáfu 3 JSON-i, eða þú veist, spec. Það var bara ok, cool, það er geggjað, þá get ég bara einmitt prófað og síðan hugsanlega nota önnur tól til þess að sjálfvirt búa til svona client eins og ég er að skrifa í höndunum hérna. Og það ég er bara að skrifa þetta allt í höndunum af því ég er bara eitthvað steinaldamaður hérna, treyst ekki þessum tólum, vill gera þetta allt sjálfur, en er þá í raun eins og að þið hugsanlega upplifðuð þegar þið voru að skrifa Postgres bara beint SQL, það tekur allt miklu lengri tíma. Miklu meira sem maður þarf að hugsa um. Leiðum að færa þetta abstraction að því að nota Prisma, þá fær allt í einu, þá fær maður fullt af hlutum ókeypis sem maður hefði þurft að eyða ógeðslega miklu tími að útfæra sjálfur. Og það er sama þarna. Ég fæ bara
eitthvað generataðan client sem bara virkar og bara JavaScript eða TypeScript eða fyrir Java eða C# eða PHP eða whatever, fæ ég bara generataðan kóða og hann verður þá bara eins og generataður kóði að eitthvað sem ég get checkað inn eða bara generatað og veit bara að hann uppfyllir staðalinn sem hann byggður á. Svo hann uppfærir og bara uppfæri ég autogenerataða kóðan og hann brotnar ekki neitt en þá verður þetta allt saman svolítið svona fljótlegra. En eins og með öll tól, þá er þetta tól og það byggir á einhverju og það byggir á þessu sem við erum búin að vera að fara yfir. Það er svona að byggja þetta upp að við erum að skoða þetta svolítið svona low level og byggja þetta svolítið svona lag ofan á þetta og ég ætla ekki að fara neitt meira yfir þetta en bara þið vitið það, þegar þið farið síðan út og eru að smíða vefþjónustur eða eru að smíða vefi og takið við vefþjónustum að þetta er option sem getur sparað ykkur heilmikinn tíma að gera svona. Og svo getur þið líka verið til dæmis í ykkar frameworki Java eða C# eða .NET eða whatever, .NET eða í Node eða einhvers þar, að þá er svona hægt að fá bara einhverja leið til að búa til svona spec út frá kóðunum sem þið byggjum til. Eins og til dæmis í Nest, þar er hægt að loada bara inn OpenAPI pakka. Ekki alveg en þá fáum við svona decorators þannig þá getum við sagt já, þessi decorator hann fer á eitthvað ákveðið fall og segir að þetta er API parameter. Nei, hann fer ekki að fall, það meikar ekki sens en hann fer á eitthvað, hann fer á argument í fallinu og segir þetta er API param og svo inn í hann geti sagt description, default, example og svo geti bara merkt öll föllin mín svona kert síðan eitthvað tól sem generata fyrir með OpenAPI spec-in. Þannig að þetta allt saman talar saman. Þetta verður svona tólakeðjur fram og tilbaka. Og svo er það náttúrulega, þetta er allt gott og blessað, þangað til eitthvað bilar og maður er fleiri klukkutími með að dögum í að laga. Og þá er maður alltaf að byggja ón á einhverju sem einhver annar byggði. Þá er bara best að fara að smíða þetta allt sjálfur í höndunum. Eða hvað. En þetta er bara það sem við erum að gera. Við erum bara að útfæra okkar útgáfu af því að gera þetta svona frá grunn hugmyndum. Við erum í raun ekki búin að nota neitt rosalega mikið af einhverjum pökkum eða eitthvað. Við erum búin að nota Hono og Sod og Prisma og þetta er svona ákveðin abstraction sem eru samt frekar lágt og svo erum við núna komin í Next sem að felur fullt af hlutum fyrir okkur en leysir samt ekkert öll þessi verkefni sem við getum þurft að takast á við. Það fetch from API, er það eitthvað sem þú skilgreindir eða er það bara eitthvað almennt í boði? Þetta er bara, ég bjó þetta til, við vorum að skrifa þetta inn í sensta tíma að þá var ég búinn að skrifa eitt fall og ætlaði að skrifa annað og sá þá að ég var að fara að replikera sama kóðan aftur þannig að ég bjó bara til eitt svona sem tekur inn url og þetta er nákvæmlega eins og svona tól gera þegar við erum yfirleitt með eitthvað svona eitt mother of all fetch fall og svo fyrir hverja aðgerð eru bara mismunandi parametrar sem farin fyrir methodu og parametra og alls konar. Og er tíu þá típan? Já, þannig þá getum við verið með abstrakt típu á þessu og þá eins og hér erum við svolítið að segja bara að þetta er típan og við lentum í því og sáum í raun hvað það getur kostað þegar þetta var ekki rétt og við fengum síðan millu í framendunum út af því að við vorum búin að sörta típuna þarna en við bara sögðum þetta er þetta. Við pörsuðum ekki og við validatum ekki. Þannig að það sprakk í loft upp þegar við reyndum að gera það. Þannig að það er aftur, hvað hefur að gera þarna? Jú, aftur að vera með SWOT þarna. Þetta er þetta, hversu mikið traust setjum á það bara að þetta sé allt í lagi og þetta verði allt í lagi. En þegar þeir eru að vinna með TypeScript, bara eitt eða tvennt sem þið munið, þá er það any er stór hættuleg típa. Aldrei að nota any ef þið komist fram hjá því. Ef þið verðið að nota eitthvað, notið unknown, af því að þá mun TypeScript neyða ykkur til þess að verifya að það sé eitthvað sem þið eru að kalla í. Ef þið notið any, þá er það bara allt. Og hitt er, ekki nota as, nema þið séu 100% vissum að þið sé það sem þið viljið. Ég var bara að laga bug hjá bara forritara hjá okkur, sem var bara að það var sagt, já, og hérna as string, og svo bara, já, nei, actually, þetta getur verið undefined, svo bara villa frá kúnna sem var bara, já, það gerðist. Við fengum bug report frá kúnna og við þurftum að laga það út af því að við sögum as string þegar það gat verið undefined líka.
og þá er þetta að segja, ok, ég ætla að segja as-string eða undefined og þá hjálpar TypeScript okkur að finna hvar eru þessi case þar sem ég ætla að reyna að taka undefined og kalla í substring á það eða whatever. Þannig að TypeScript er mjög fínt, en það er líka, getur verið hættulegt ef við svona svindlum. Og það er eiginlega allar villur sem ég sé tengda TypeScript eru það að fólk er annarkvort að nota any eða að nota as. Ok, þannig að kerum þetta upp og sjá hvar er hún stödd. Það var svo ótrúlega fallegt. Og þá erum við með þetta hérna og við erum núna á client side að sækja þetta. Það sem ég er að gera til dæmis í sýnilausninni minni er að ég er að nota bara allt hérna, þar sem ég þetta hérna opið, að ég var bara að nota endurnýta HTML-struktúrun og CSS-struktúrun úr þessu verkefni til þess að, þú veist, spara með sporin. Þannig að þið getur líka gert það ef þið viljið. En þetta er ekki æfing í CSS, en þetta er samt, þú veist, við erum með eitthvað svona basic sem við sættum okkur við. Þetta er of basic, við sættum okkur ekki alveg við þetta, þannig að þið þurfum að gera aðeins betur en þetta. En ég leyfi mér það, af því að ég hef bladrað nógu mikið um HTML, CSS og það allt. Þannig að við erum komið líka með það hérna, ég get opnað flokkinn og nú fæ ég bara HTML fyrir flokkinn, en nú myndi ég vilja geta sótt spurningarnar fyrir flokkinn. Og þá er það bara aftur, ok, nú þarf ég að rifja upp hvernig gerði ég það aftur. Að núna er ég með hérna, get ég farið hérna, séð fetchið, það fyrir HTML og þá get ég séð hérna bara öll köllin sem er að fara á milli, ég get séð responsi hérna, allt flott. En núna vill ég fá spurningarnar í flokknum. Og þá var það í þessari útfærslu sem ég var með hérna, hvað erum á porti 8000, kategóri HTML, kategórís HTML, þannig að þetta er það sem ég var að kalla í. Og þá er ég að nota þetta til þess að athuga hvort að hann sé til eða ekki, því við vorum einhverjum svona villið checkur á því. En svo var ég líka með hérna questions og þá fæ ég bara alla spurningarnar. En ég útfærði það þannig að ég get verið með kategóri hérna sem query string parameter og fengi þá eingöngu spurningarnar sem voru þar. Þegar ef þið núna útfærið einhvern annan hátt og þetta var partur af því svona, hugsuðu þið út í þetta þegar þið hönnuðu vefþjónustuna ykkar. Þú veist, ég sat eða ekki fyrir, af því að ég vildi að þið myndið aðeins hugsa um þetta, af því að það er alveg eitt að búa til vefþjónustu sem að segja ekki bara alla categories, alla questions, öll answers. En hlutirnir sem við erum að vinna með er aldrei bara í einrúmi. Þeir eru alltaf einhvern veginn að tengjast saman. Þannig að kategórian, hún tengist inn í questions og questions tengist inn í answers eða eins og, þú veist, bara í öllum þessum verkefnum sem við erum að vinna með svona kröddgögn. Þannig að ég ákvað fyrir mína útfærslu að segja questions og svo query string með kategóri, það myndi skila með spurningu sem var í þeim flokki. Það er alveg aðrar leiðir til þess að fá þetta. Það geti verið að ég seti kategóri og include questions, true eða eitthvað. Þá myndi hann leita upp í spurningarnar miðað við flokkinn og setja þær sem questions undir gögnin á flokknum. Þannig hvernig sem að þið gerðu og ef þið gerðu ekki, þú veist, þá bara getið þið líka tæknilega sér bara sótt allt hérna og sagt svo, ok, ég er að, þetta er reyndar alveg ekki gott hérna, förum í Postman og sjá þetta aðeins meira næs. Hérna. Og þá sjáum við, hérna er ég með sem sagt, object sem er spurningin, það er texti, það er eitthvað category ID og þá lendum við, ok, category ID, það er ekki alveg nóg, ætti þá ég að vera líka með category sem object sem að væri category, object, ID 1, slug, HTML, title, HTML í all caps. Af því að ef ég ætla núna að sækja alla spurningarnar og ég vissi að ég held að fá flokkinn HTML og ég myndi bara horfa á hérna lista og ég myndi bara renna í gegnum hann og bara pikka út alla sem væri með rétt kategóri hérna, kategóri 1
Já, nei, kategóri 2, það er ekki lengur HTML. Ég ætla ekki að birta hann. En ég myndi sækja alla spurningarnar og vinsa síðan út frá kategóriunni. En hvað er ókostið við það? Ef við horfum á þetta svona. Ok, nú hugsaum við, ok, þetta er fínt. Það virkar hérna, ég er með 12 stök. Hvað ef ég væri með 1000 spurningar? Ég væri með 100 flokka og 10 spurningar í flokk og ég myndi ætla að halda þessari strategíu minni áfram. Í hvað vandræðum geti ég lent? Já, þannig að við vorum með hérna eitthvað limit hérna, ætli þá bara að segja limit 1000. Þá var ég reyndar í minni, það var hámarkið á því ég var 100. Af því að ef ég segi ekki, ok, það er 1000, ok, þá spyr ég, það eru 10.000 spurningar, hvað gerum við þá? Er þetta, þú veist, ok, þannig við lendum einhvern tímann á einhverjum efrimörkum. Og ef við lendum einhvern tímann á efrimörkum með gagnasetti sem við erum að vinna við, þá þurfum við að fara að hugsa hvernig ætla ég að, þú veist, gera paging eða paging svona lausn á þessu. Þá er þetta almenna þetta að það virkar aldrei bara að sækja allt. Nema við séum 100% vissum því að allt verði alltaf mjög lítil tala. Og það tengir síðan inn í annað svona mjög skemmtilegt. Það er allt hratt fyrir lítið n. Svo fyrir maður, þú veist, ef að n er 1, það er geggja hratt, n er 100, mjög hratt, n er orðið milljón. Allt verður ógeðslega hægt af því að það er bara gagnamódulið okkar var ekki byggt svona, við indexuðum ekki rétt. Þannig að þá lendum við í að það er eitthvað sem brotnar eða verður ótrúlega hægt á einhverjum tímapunkti. En við þurfum alltaf að hugsa ég er að vinna með lítið sett sem er yfirleitt það sem við erum að gera sem forritarar í verkefni, eru við ekki komið með raungögnin eða við erum að búa eitthvað til og svo byrjar hægt og rólega eitthvað að tikka inn eða einhverjar skráningar að koma inn og svo á einhverjum tímapunkti kemur, heyrðu, það var einhver að reyna að skráa, kom bara timeout. Já, ok, þá bara lendi ég á efri mörkunum fyrir það að keyra eitthvað validation á móti grunnum eða ég var að reyna að query allt og það. En eins og allt í þessu blessaða forritunarlífi þá er þetta fín lína að overengineer ekki allt í byrjun en hafa þetta samt í huga, reyna að búa til lausn sem er alltaf að aðlega að því að þess vegna eins og við talaðum í síðan tíma hafa eitthvað data hérna sem við getum síðan aðlegað að þá getum við sett einhvern object hérna sem er með einhverjum paging upplýsingum. Þannig að þetta var mjög löng leið að því að segja ef við myndum halda þessa strategíu, ég sæki bara allt og ég vinsa út frá kategóriunni að hvað ef ég ætla þá að sækja 100 spurningar sem er hámarkið í einu og ég vinsa út úr því 20 spurningar til þess að birta en hvað svo? Hvað get ég lent í þá? Ég er búinn að sækja af 1000 spurningum 100 spurningar, af þeim spurningum voru 20 í flokknum sem ég vildi. Ok? Og hvað svo? Ég er bara búinn að horfa á 100 spurningar. Hvað með þessar 900 sem eru eftir? Hvernig ætla ég að gera það? Ok, og þá vinsa ég út 2 spurningar. Og þá allt í einu gerði ég kall upp á það að fá fyrst 20 spurningar og svo 2 spurningar. Þannig hvað er í raun og veru búið að gerast? Af hverju bara 2 sem? Af því að segja svo, þetta eru bara 1000 spurningar og ég segi ekki 100 einu. Og það eru bara handahófsdreifðar yfir því að í hvaða flokkum þær eru. Í fyrsta eru 20 í flokknum sem ég er að leita, í næstu blaðsíðu eru 2. Og ég vil birta 30 spurningar í einu. Hvað er í raun og veru búinn að gera? Ég er bara búinn að breyta, ég sæki bara allt yfir, ég sæki bara alla blaðsíðurnar. Af því að ég veit aldrei ég sé búinn að sjá alla spurningarnar í flokknum mínum fyrir en ég er búinn að sjá allt settið. Það gæti verið ein spurning, en svo á senustu blaðsíðunni eru 30 spurningar. Þannig að birti ég þá bara eina spurningu fyrst og svo næsta síða. Og svo eina spurningu, næsta síða, eina spurningu og svo allt í einu 30 spurningar. Af því að það dreifingin í gögnunum mínum er bara þannig. Getur eitthvað gert í því? Við getum gert það þannig að við bara útfærum einhvern filter sem segir hérna category HTML. Þannig að þá færum við verkefni yfir rétt layer sem er gagnagrunnurinn. Að ég set þetta og ég bið gagnagrunninn að skila mér eingöngu þar sem þetta er kategóriinn. Þannig að ég á klientnum er ekki að hugsa að filtra út gögnin. Ég bið
gagnagrunnum að filtera út gögnum. Af því þá fæ ég þetta rétt og þá fæ ég hérna, það eru 7 spurningar í heildina og ég veit það að þegar ég spurði gagnagrunn hvað eru margar spurningar sem eru í kategóriunni HTML. Getur líka notað kategóri ID til þess að filtera? Já, það var alveg. Þetta er við þurfum bara eitthvað auðkenni sem við getum notað til þess að biðja þetta. Það er mjög auðvelt og ég sé það alltaf reglulega að detti það að filtera bara á klientnum. Það er bara eitthvað, skrambin. Nú er hönnurinn búinn að hanna þetta svona, ég ætti að geta ýtt á þennan hérna takka til þess að sýna bara þennan flokk í innsendingum fyrir eitthvað. En hvað það skilgreint að þessar 7 spurningar eru fyrir kategórið HTML? Það er í raun innbyggt í bara semantíkinni sem er í þessari þjónustu, sem er aftur ekki skilgreind. Þannig að ef ég hefði látið þig fá þessa þjónustu, þú hefðir í raun ekkert nema bara endapunkti sem ég leti fá. Þú veist bara, heyrðu, svo er questions og þá ferð þú að reyna að leysa eitthvað verkefni sem er að búa til filter. En svo, ég glemdi að segja þér hérna, þú veist að setja svona kategóri jafnt og heitið, þá færði þetta filterað. En þú varst bara eitthvað, ég þarf að leysa þetta verkefni, ég þurfi ekki að hendi svo tilbaka í bakendaforritarann sem er með 20 ára reynslu og segja filtering, er það eitthvað? Ef að þú hefði fengið Open API Specification, þá er þú bara að geta að lesa hann í gegn og segja, filter, það er eða kategóri, þannig get ég filterað þetta. Af því þá gæti maður dottið í þá hólu að reyna að útfæra þetta á klientum. Að útfæra filteringu, sorteringu og leit á klientum í stóru gagnasetti er aldrei að fara að enda vel. Þannig að þið segir bara eitthvað, ok, ég ætla bara að sortera töfluna sem ég fekk yfir þetta bara á klientum. En svo, eins og bara tökum sem dæmi Uglu, að ef ég myndi gera það og það eina sem myndi horfa að vera nemendalistin með 10 nemendum völdum, þá myndi ég bara vera að raða þeim nemendum en ekki öllum nemendunum. Þannig að nema ég myndi sækja alla nemendunar til þess að raða þau í öfuga stafrófsröð og ég verður bara að horfa 10 í einu, þá myndi ég þurfa að sækja alla, raða öllum og birta svo bara 10. Þannig að ég er búinn að taka allt gagnasetti í fangið til þess að birta síðan tiny bit af því. Og þá er þetta, ég vill aldrei þurfa að taka allt gagnasetti. Ég vill bara segja nákvæmlega það sem ég vill, fá það og birta það. Og það er oft á tíðum þar sem að dialógurinn verður á milli þess sem er að búa til vefþjónustur og þess sem er að konsúma vefþjónustur er í raun að mattsa þessar kröfur. En þess svo er hugsanlega, eins og maður hefur líka lett í, að það er einhver hönnuður. Hönnuðurinn er alveg drullu sama einhverja vefþjónustur. Ég er bara að gera eitthvað næs upplifun þar sem að notandinn ætti að geta raðað og filterað og leitað og svo bara er hólminn komið og það er bara eitthvað, það er bara ekki hægt að leita í þessum gögnum. Vefþjónustan býður ekki upp á það. Og bara eitthvað, getur við ekki reddað því? Já, jú, ég get reynt. Og þá fyrir maður að leita í 10 niðurstöðum. En svo er það sem þú varst að leita er 11. niðurstaðan. Og þá ertu í raun farin að ljúga í viðmótinu. Eða þú fær að gera eitthvað, já, ég bara sæki, þetta er ekki það mörg page. Ég gerir bara ég sé hvað þetta er margar færslur og svo gerir ég bara lúpu sem að lúpar þessu öllu upp og þú ert alltaf að sækja kannski einhver megabæt af gögnum á klientinn til þess að filtra út, til þess að leita af þessu eina gildi og birta notendum. Hér er þetta. Þannig að þetta er í raun filter, sorting og leit í stórum gagnasættum gegnum vefþjónustur ætti alltaf að vera stutt í vefþjónustunni. Bara svona sem þumalputta regla. Það getur alveg verið að þetta verði eitthvað debatt, en þetta er debatt sem þið ættið að taka ef þið fáið eitthvað svona og allavega að segja bara eitthvað, já, en þetta eru ókostirnir við að gera þetta svona. Ég er miklu svona tangent stuð í dag, en við skulum fara að gera eitthvað viti og þá ætlum ég að segja get category, nú ætlum ég að bæta bara við ykkur async get questions og þá ætlum ég að segja category slug sjáum bara hvernig ég er að nota Copilot í dag. Af því að það er mikið að skrifa. Þannig að þetta er bara fínt. Við skiljum promise af paginated question og question var eitthvað sem við vorum búin að skilgreina sem típu bara með því að kopja típunar úr projektinu. Paginated er, og það er aftur svona abstrakt típa. Mælum við að horfa á félagsins senstíma þegar við fórum yfir þetta. Það sem við vorum búin að búa til, við sjáum að þetta er pattern sem við vorum að nota fleiri en einu stað, þannig að við abstraktuðum það.
Ok, þannig að þetta hérna reyndar ekki alveg rétt. Hérna giskaði Copilot á það hvernig ég hefði útfært þetta. Þetta hefði getið líka verið útfærsla á því hvernig gert, en þetta ekki alveg eins og ég ger þetta. Þannig ég með questions, category, jafnt og category slug. Svo ég ekki alveg búin að hérna tala það, en þið sjáu það í sýnilausninni og ég talaði það líka í Webfortune 1 þegar við vorum að gera þetta varðandi hérna vefþjónustu verkefnin sem voru í seinustu verkefnin í áfanganum, að hérna ættum við hugsanlega að vera að nota að gera svona, að þegar við notum þetta þá getum við sett þetta base URL inn og þá lendum við ekki í þessu sem að ég sýndi ykkur hérna að vera með 2 skástrik út af því að ég var óvart með skástrik hér og skástrik hér sem að string concatenation æfingar maður lendur oft í þannig vandræðum. Þannig við komum með þetta get questions hérna og þá er spurning, ok, questions, category, jafnt og x, þá fáum við not found, þannig að þetta er nú reyndar svona invalid category slug, ok, þannig að það er líka útfærslu þannig að ég geti raun sleppt útfærslunni hérna að segja flokkur fannst ekki og fetchaði raun spurningarnar og ef að kategóriðan var ekki rétt þá get ég samt sagt ennþá hérna flokkur fannst ekki. Ok, þannig að þá þurfum við að breyta þessu hérna og við breytum þessari típu yfir í question array og við ætlum að segja að þetta er tómt hérna og við ætlum að segja að þetta verður þá questions set questions og hérna ætlum við að setja set questions og response.data category, þetta verður þá get questions, þá er þetta hérna response is possibly null, þá þurfum við að díla við það og þá þurfum við að sjá hérna býtum við paginated eða null, ok, en þá þurfum við núna að fara að díla við eitthvað hérna eitthvað UI state, það sem að ég kalla stundum, þá getur ég haft einmitt hérna og þá er það í raun almenn útfærsla á þessu sem ég var aðeins að gera í hérna í þessu hérna og hérna var ég bara með, já ég var með þess að búinn að búa til eitthvað UI state, sko hvað ertu þá að gera hérna Copilot, þú ert ekkert að gera þetta er bara að vera svona og þá er það til þess að geta almennt bara að díla við þessi state sem að geta komið upp í UI-ni hjá okkur af því að það er alltaf þannig, við fáum yfirleitt bara hannað happy pathið, við fáum bara alltaf hannað ef það er bara það eru bara gögn, það gerist ekkert, það tók engan tíma og það kom upp ekki neinar villur en ef við segjum að það geta hugsalega komið upp þessi mismunandi stöður hérna það er eitthvað initial state sem er bara ég kom inn í fyrsta skipti, ég er ekki búinn að sækja neitt, það er loading state, ég er að sækja eitthvað, það er villu state, það er data state, ég sótti eitthvað og það kom eitthvað og svo empty state, ég sótti eitthvað en það kom ekki tilbaka og þá get ég síðan út frá þessu byggt alla mismunandi skjáina mína fyrir þetta case þannig þá ætlum við að segja hérna set UI state loading og if not response sko, takk, nice ok, loaded, nei það er ekki state þá ætlum við að segja data svona og þá get ég aftur hérna þá get ég sagt, ok, það er endur ekki þú veist, ég er að gleyma einu hérna sem er if response já, nei empty else já, yes svona og þá segi ég hérna, byrju, okkur vantar já, nú erum við aftur komið með þetta nú erum við aftur svolítið komið upp í vegg hvernig ætlum við núna að gera greinarmun á því að það kom upp villa eða það fannst ekki neitt ég er að blanda þessum tveimur stöðum saman í eina stöðu ef við förum hérna þetta hérna segir eitthvað fetch from API þá segir við hérna það kom upp villa
ég skila null, það kom upp ekki OK status frá vefþjónustunni, ég skila null. Ég myndi vilja geta sagt hérna if response status jafnt og 404, þá myndi ég vilja geta sagt not found, skiljið. Svo ég geti sagt hérna, heyrðu, þú baðst eitthvað, kom ekki villa, bara ekki til. Þetta eitthvað eftir einhverju dýnamískuri uppflettingu, þetta eftir einhverju ID. En út frá því hvernig ég búinn að hanna þetta, þá ég bara með null eða gögn. Það ekkert annað sem ég hef í höndunum. Skiljið hvað að fara? Gera greinarmun á 2 stöðum, þá verði ég að hafa 2 signal til þess. Nú ég bara með 1 signal. Það bara null eða gögn. Eða þú veist, þetta eru 3 stöður og ég hef bara 2 signal. Eða þú veist, ég hef bara 2 stöður sem ég get skilað. Þannig að þá gætum við hérna farið í að búa til eitthvað API response sem að væri abstrakt típa sem myndi skila þessum upplýsingum áfram og hugsanlega gæti þá líka skila áfram þegar við fyrir að búa til einhvern endapunkt sem postar og hann myndi segja hérna, já, ég postaði og það kom 204 created og þá einhver created staða sem við getum skilað. Þannig að við erum svona, hvað rétt abstraction á þessu? En aftur, ég ætla ekki að gera það hér, ég ætla bara að kollapsa þessu öllu yfir í null en í sýnilausninni verð ég búinn að, þá ég búinn að setja á og ég ætla að kommenta aðeins þannig að þið getið lesið hann yfir og séð svona hvernig þetta hvernig hægt að útfæra þetta? Þannig að nú erum við bara komin aftur, við erum bara komin í tólun sem við erum bara að nota, þú veist, þetta eru bara verkefni sem ég er að díla við daginn út daginn. Það er bara fá Open API specifications, skipuleggja það hvernig við ætlum að hanna og útfæra viðmót, hvernig við ætlum að hanna vefþjónustunnar. Passa upp á að allir séu að tala saman, hönnuðurinn viti hérna, að það séu takmarkanir í vefþjónustunni sem að valda því að fína UI sem að búið að dreyma upp ekkert að fara að vera möguleiki næstu 2 ár. Við þurfum bara að scope it down, við þurfum bara að koma einhverju út. Við getum ekki verið í einhverju að byggja draumahallir hérna. En stundum er það skemmtilegt en hérna, við þurfum bara að koma þessu út. Og þannig að það eru milljón leiðir til þess að leysa mörg af þessum verkefnum. Þetta er bara, eins og ég gert það, ég hef litað allt þetta, en það er hægt að gera þetta í Java, það er hægt að gera þetta í .NET, það er hægt að gera þetta í Go, það er hægt að gera þetta með Nest, það er hægt að gera þetta með, en þessi prinsip samt, þau halda svona yfirleitt nokkurn veginn í gegnum þetta allt saman. Ná að stoppa mig þannig að ég fara á eitthvað tangent. Þannig þá ætla ég að segja hérna, if UI state initial, þá ætlum við bara að segja eitthvað svona sæki gögn. Þá get ég farið að taka afstöðu til hérna. Ég get jafnvel nota switch á UI state og þá kemur þetta eitthvað fínt hérna og þá fá eitthvað svona og þá getur líka þá getur TypeScript sagt okkur það að nú erum við þetta initial og þá ætlum við að segja eitthvað og það ætla bara að vera return null. Þetta getur líka verið return sæki, engin gögn, eitthvað. Svo núna ætla ég að fara að segja hérna case eitthvað og þá segir TypeScript bara við mig það er ekkert XXX í UI state. Þannig að ég er búinn að núna fá tæmandi lista af öllum stöðunum. Ég er búinn að, TypeScript er að segja, þú ert búinn að cover alla base'ana. Það er ekkert eftir. Þú veist, það er allt hérna, ég reyni að gera eitthvað svona, það er ekki heldur hægt. Og núna, hvað ef ég gerir svona, ég segi hérna svona, að svona, þá segir núna hérna lacks ending return statement og þá ef við förum hér svona, þá sjáum við, þá hættir það að kvarta
yfir því að það sé ekki ending return state. Og af hverju er það? Ég er ekki með default í caseinu mínu, nei, í switchinu mínu. Öll skilur uppfyllt, já. TypeScript inferar það er switch hérna. Switchin er öll casein eru með return. Öll casein í mögulegu spaceinu eru covered og þar að leiðandi, það þarf ekki default return og því að það er aldrei niðurstaða sem að myndi vera svona að það fáir ekki return. Svo lengi sem ég uppfylli það að þetta hérna, þessi breyta sé UI state. Nú get ég sagt hérna set UI state ég má það ekki af því að það er ekki UI state, en ef ég gerir as UI state það var bara eitthvað, ok, cool þú veist hvað þú ert að gera, það ekki? Ég leyfi þetta og nú er ég búinn að brjóta þennan kontrakt á móti TypeScript að ég uppfylli type safetyið þegar ég notaði svona escape hatch sem er as og þá er þetta bara eitthvað gangi ég vel og þú veitir hvað þú ert að gera. Mér finnst þetta verið hægt að banna þetta bara því að þetta er stórhættulegt. Ok, þannig þá förum við hérna og við komum hérna sækjum. Jú, tökum pásu. Hvað segirðu? Já. Jú, ég ætla að finna út úr þessu hérna og tökum pásu á meðan.